Já, komið þið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða fjölmiðla, framtíð blaðamennskunnar, fréttamennskuna í dag. Ógnir sem steðja að tjáningafrelsi og sitt hvað fleira. Málfrelsi heita samtök frjálsa og opna umræðu. Lýðræði og mannréttindi, þau gefa út veftímarit sem kallast krossgötur. Og stundum halda þessi samtök málþing, líkt og núna síðustu helgi í Þjóðminjasafninu framtíð fréttamennskunar. Það var mjög vel sótt ráðstefna. Ég var á meðal áheyrenda eða áhorfenda þarna og heyrði Svölu Magnu Ásdísardóttur flytja gott erindi í upphafi. Ögmundur Jónasson var fundarstjóri. Kristinn Hrafnsson hjá Wikileaks, hann flutti mjög sterkt erindi mál Julians Assange. Birgir Guðmundsson, kennari fjölmiðlafræði, var einnig þarna með erindi sem og Tjörfi Sjutt, sagnfræðingur, doktorsnemi. Það voru þessi þrjú helstu erindi sem bar á góma og svo pallborðsumræður í lokin. Og til að ræða þetta þing og það sem þarna kom fram og þessa viðsjá í upplýsingaheimi okkar, þessa stundina hef ég fengið 3 einstaklinga. Meðal annars hér einn fyrirlesarana, Tjörfi, velkomin. Og Þorsteinn Sigurðsson, þú ert varaformaður samtakanna. Og svo varst þú þarna við hlið mér, nafni Björn Leví Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður. Nörd. Og þú hefur nú einmitt verið ansi iðin við að svona halda athygli okkar við alls konar hluti sem var það gagnsæi og annað. Þannig að ég sá einn annan þingmann, það var hún Sigríður Andersen. En það sem var merkilegt fannst mér á þessu þingi var að það var smekkfullt hvert einasta sæti setið, vel heppnað hjá ykkur, Þorsteinn, í ákveðnum skilningi en það vantaði svolítið blaðamennina og Kristinn Hrafnsson hefur einmitt verið að segja það og það kom fram í erindi hans þarna þótt að væri kannski svolítið ögrun í því og hann hefur reyndar sagt að þetta rauða borð hér, held ég, einhvern tímann áður að blaðamennskan sé dauð og það sé orðið svona mjög erfitt að henda reiður á alvöru upplýsingum og bara einhverju vitleysu. En byrjum bara á því hvað ykkur fannst svona áhugaverðast og þá langar mig að bara leita fyrst til þín, Björn Leví. Já, ég kannski tekt aldrei undir með honum Kristni hvað blaðamennskuna varðar. Ég held að þetta sé rétt hjá honum en ekkert endilega af því að blaðamennskan eigi sér ekki framtíð, heldur bara einfaldlega af því að aðstæður hafa breyst. Fjölmiðla umhverfið bara á allt öðrum stað, samfélagið á allt öðrum stað og blaðamennskan þarf einhvern veginn að þróast með því og einn hluti umræðunar kannski snýrist aldrei einmitt almannarýmið og þá tjáningafrelsið í almannarýminu og hvernig fólki finnst tjáning sín á samfélagsmiðlum vera umræða í almannarýminu sem það ekki. Og ef ég má skjóta inn í, á þessari ráðstefnu var deilt hvort samfélagsmiðlar væru almannarými eða ekki. Það var prófessorinn sem sagði að þetta væri almannarými en Kristinn Hrafnsson var ósammála því. Ég einmitt ósammála því líka. Ég skil að fólki finnist þáttaka sín á Facebook og X og ýmislegt svoleiðis, þetta það stórir í rauninni svona plattformar, svona miðlar í rauninni að það að hefta aðgang fólks að þessum svona gjallarhornum að fólki líður eins og það sé verið útilokað úr samfélagsumræðinni. En lagalega það bara þannig að fyrirtækin eiga þennan miðil, þau ráða því hvernig þau haga sinni ritstjórn í rauninni á þessum miðlum og hið opinbera sem í rauninni svona tjáningafrelsið situr ákveðnar kvaðir á að bæði vernda og takmarka ekki á ómálefnalegan hátt á ekkert bara við þessi fyrirtæki. Þannig að ef að þetta á að vera eins og prófessorinn segir þetta sé almannarými, þá erum við allt í einu komin bara með lögregluna inn sem að þarf að sinna í rauninni þá vernd tjáningafrelsins líka gagnvart eins og hatursorðræðu eða ýmsu svoleiðis. Já.
Við könnumst við þessi fyrstu skref þegar maður fór fyrst inn á þessa miðla að maður taldi sig vera að stíga þarna inn af fúsum og frjálsum vilja sem það var sannarlega að gera en svo sogast maður inn í einhvern heim sem að mörgum finnst erfitt að standa utan. Er það ekki svolítið punktur, Þorsteinn? Þetta dálítið þannig sko og ég held að þetta sko þetta er mikilvægur punktur sem að Kristinn hefur verið að benda á í þessu sem það sko að við upplifum þetta sem almannarými en við höfum í rauninni og við getum alveg sagt í sjálfu sér að svo upplifun sem kannski ekki endilega röng sko ekki beint sko en við getum líka sagt við höfum afhent einhverjum tilteknum fyrirtækjum yfirráð yfir því sem við höldum að sé almannarými og eins og Bjarnleifur segir sko ég meina lagalega þetta ekkert almannarými lagalega eiga þessi fyrirtæki þessa miðla og þau geta hegðað sér eins og þau vilja varði þá hins vegar það annað í þessu líka sko að yfirráðin eru ekki einskorðuð við fyrirtækin heldur hefur hið opinbera líka mikil áhrif á það hvernig þessu miðlum stýrt og þetta nú til dæmis og það nú kannski að því vorum við veltaði fyrir okkur hvers vegna svona mikið af fólki að segja þessa ráðstefnu núna sko þetta ég gæti trúa kannski að yfirlýsing Zuckerbergs hjá Meta sem kom þarna bara örfáum dögum áður það var kannski líka haft svolítið vakið sko áhuga fólks á að taka þátt í þessari umræðu þar sem að hann einfaldlega bara gerir grein fyrir því að sko fyrirtækið hafi í rauninni orðið að beita sér fyrir tilstuðlan stjórnvalda í umræðu og segir sett frá því að þeir hyggist núna láta af þessu sko og ég þekki þetta alveg vel vegna þess að ég var nú þeirra sem að gagnrýndu mjög þessar COVID-aðgerðir og það allt saman sko. Ég má ekki segja að málfrelsi spretti upp úr það sprettur í rauninu upp úr því sko, þetta sprettur upp úr því, þetta hópur fólk sem var með gagnrýnin á þetta og ég var að starfa með sko fjölmiðlum erlendis fyrst fremst sko, svona á jaðrinum sko. Það voru miðlar eins og Daily Skeptic í Bretlandi og Brownstone Institute í Bandaríkjunum þar sem að safnaði saman fólk sem var líka gagnrýnið á þetta og ég þekki bara mjög vel af eigin raun sko, hvernig þessi aðferð virkar sko. Bara þessi, sko, þarna eru ég held að séum 100 fyrirtæki á heimsvísu sem að falla undir það sem er kallað sko staðreyndavöktun og eru upphaflega er tilgangurinn með þessu sá einfallega að tékka það af hvort að stjórnmálamenn sé að segja satt sko og þetta fór að verða áberandi fyrst þegar Donald Trump var kosinn forseti Bandaríkjanna veitti ekki af en hann lét bara út úr sér hvað sem var sko og þá fylgdi þetta gjarnan með sko en síðan hins vegar fór þetta snúast það í þessu öllu saman að þakka niður sko bara einfallega gagnrýni, þakka niður rannsóknarniðurstöður og svo framvegis og eru mjög skýrar sko og svona gegnum gangandi aðferðir sem er beitt alltaf þarna sko og og ég fór nú einmitt að rifja þetta eins upp sko og skoða gamalt efni daginn sko og rifjaðist þá fyrir mér meðal annars grein sem að ég skrifaði þetta fyrir það verið 2 ár síðan held ég það kemur rannsókn frá Cochrane Review sem er almennt talin virtasta rannsóknarstofnun í læknisfræði í heiminum þar sem að þeir eru að fara yfir rannsóknir varðandi grímunotkun sem var mjög áberandi þarna og á þessum tíma og niðurstaða er svo og það eru engar marktækar rannsóknir sem að sýna fram á þetta hafi neina áhrif sko. Skoðun verður einhvers konar fakta Já, í rauninni sko og þeir komast að þessi niðurstöðu síðan ganga staðreyndavöktunar fyrirtækin í það að reyna einhvern veginn að þagga niður sko og þá er aðferðin sem er beitt sko eins og í þessu tiltekna dæmi sko sem er áhugavert þá er þess að vísindamaður allt annar sem að kemur þessari stofninu rauninni ekkert við sem að skrifa einhverja bloggfærslu þar sem að segir eitthvað þetta
Robert Malone sem var mjög umdeldur líka var hérna eitt þeirra sem held ég sá sem fann upp á sín tíma mRNA-tæknina sem var svo notið í bólum og hann skrifa sem einhverja bloggfærslu og þá aðferðin svo að það byrjað á því sko að búa til strámann eitthvað sem að hann segir notað sem í rauninni útgangspunktur. Síðan næsta, það ad hominem, þá farið ráðast á hann, persónuna og reyna að hengja á hann einhvern ósannenda stimpil fyrir eitthvað allt annað sem hann hefur sagt. Og síðan kemur röksemdafærslan sko og hún öll náttúrulega í skötulíki og en það sem að gerist síðan, sem sagt, leið og þessi dómur kominn frá staðreyndavaktaranum að þá þýðir það að allir sem reyna að minnast á eða deila rannsókn Cochrane Review á samfélagsmiðlunum, það eins og vilst tekið niður. Og svona virkaði þetta sko. Og þannig að sko, ég velti í stundu fyrir mig sko hvernig var að vinna hjá svona fyrirtæki sko. Þetta vel fjármögnu fyrirtæki sko, en hvernig það að vinna hjá fyrirtæki þar sem að lykilgildi fyrirtækisins óheiðarleiki. Já, en ef ég má aðeins sko spyrja þig út í, ef rétt að þrýstingur frá stjórnvöldum leiði til þess að það sé bara minna að marka upplýsingar og við séum með minni áreiðanleika hvað varðar upplýsingar. Tilgangur, ef þú aðeins nefnir það, tilgangurinn með því hver? Tilgangurinn í þessu tilfelli þetta tilgangurinn sá að stilla samfélagið inn á eina skoðun. Sko. Stilla samfélagið inn á eina skoðun. Stilla samfélagið inn á eina skoðun og þetta í rauninni bara sama sko, við getum sagt þetta sem mörguleiti sama taktík eins og við notum til dæmis ef landa á í stríði, að það má ekkert gagnrýna, sko. Það sem að ígildi herlaga í rauninni ígildi herlaga svolítið og þetta kemur að tjáningar og skoðanafrelsi. Já, og þetta í rauninni svolítið eitt af því sem að Kristín kom inn á þarna á fundinum sko. Já. Að það það að í rauninni eiginlega sko á þessum tíma þá eiginlega herlög nánast sko innleitt og það sem gerist sko og hann sagði sko Zuckerberg hann segir við vorum þvingaðir til þess að gera þetta. Já. En Kristinn, hann segir, þetta var ekki í rauninni þannig. Þeir komu til stjórnvalda og sögðu, við höfum hérna tækni sem við getum notað. Já. Og þá í rauninni kom í ljós, sagði hann, að sko þessi tækni sem var búið að beita, það var búið að beita henni miklu lengur. Sko. Og hjá Wikileaks til dæmis, þá voru menn að sjá alveg. Hvenær var verið að taka hlutinu niður, hvenær var verið að beita einhverjum algoritmum til þess. Löngu áður en nokkuð tíma var viðurkennt einstæðar að þessari tækni væri beitt, sko. Og síðan byrjaði þess að beita henni í samkvörli við stjórnvöld að það fór allt leynt. Það var ekki opinbert, sko. Það fyrst núna í rauninni, það kemur fyrst náttúrulega með Twitter-files þarna fyrir 2 árum, sko. Hvað Twitter og síðan hafi verið dómsmál og þannlega en síðan núna þá víður hérna Zuckerberg í rauninni bara þetta hvernig þeir unnu sko og tilgangurinn bara þessi sem sagt að það að stilla samfélagið inn á eina línu og reyna að koma í veg fyrir það að menn geri ágreiningu hana það þannig sko. Já. Þetta mjög áhugavert. Sko Tjörfi, ég hlustaði á erindi þitt. Þú varst að sýna fram á með dæmum af fréttaflutningi að það ber að varast að treysta því blóðhráu sem við lesum og skoðum. Já, ég var náttúrulega fjallum sko umfjöllun fréttamiðla utanríkismál og sérstaklega sko stríð út í heimi. Já. Og eins og ég sýndi fram á þá tel ég sko, já, maður getur ekki trúa neinu bara gagnrýnislaust sem þeir segja sko og sérstaklega ekki í þeim efnum sko. Og ég tek þeim upplýsingum sem að ég lesi í þessum miðlum sko stríð út í heimi sérstaklega bara eins og hverju öðru sko. Þú veist, take it with a grain of salt sko. Þú þarft alltaf að sko lesa þetta og bera síðan saman við aðra heimildir og sjá hvernig bækur bera saman skilur, þú vilt koma að staði hvað rétt sko. Af því það og eins og ég sýndi í mínu erindi að það bara fjöldamörg dæmi bara beinleinis falsfréttir og rangar upplýsingar og það liggur bara í augum uppi að þessi fréttamiðlar eru bara stunda áróður bara stríðsáróður af því þeir eru að styðja eina hlið í átökunum og þeir enduróma áróðurinn sem kemur frá þeirri hlið
gagnrýnislaust og til þess að láta sko óvinn líta illa út og til þess að láta þessa hlið sem þeir styðja átökunum vel út og ég tók dæmi úr átökunum í stríðinu í Sýrlandi og í Ísrael, Palestínu, Gaza og svo líka í Úkraínustríðinu og við sjáum alveg fullt af dæmum þetta í þeim málum sko. Þannig að það var það sem ég var að fjalla í mínu erindi sko. Já, þannig að þetta ekki þægileg innivinna að lesa fréttir, þú þarft að setja gagnrýna hugsun alveg reynd á 100. Var þetta ekki þannig áður? Þetta eitthvað að versna núna? Auðvitað var þetta þannig áður og auðvitað hefur þetta alltaf verið í öllum stríðsátökum hefur verið stríðsáróður rekin og eins og ég kom að í erindinu mínu þá var þetta sérstaklega áberandi í sko fyrri heimsstyrjöldinni og seinni heimsstyrjöldinni. Ég tók dæmi í fyrri heimsstyrjöldinni að þegar Þjóðverjar réðust inn í Belgíu þá fluttu sko bandamenn, þess að Bandaríkin og Bretar og Frakkar fréttir af því að þeir hafa ekki bara nauðgað konum heldur einnig krossfestar og borða börn og eitthvað svona þvílíkt sko og þú veist og sko, kom í ljós að var ekki rétt skilurðu. Það var stórlega ýkt og við sáum svipað með 7. október núna 2023 að það hefði verið sko 60 börn afhöfðuð sko sem var frétt sem var bara endurómuð út allt og það kom í ljós að þetta var aldrei staðfest, þetta var bara falsfrétt sko og þá segi ég sko að það er orðið sérstaklega áberandi núna hvað sko þessi stríðsáróður hefur orðið sko mikill og þetta minnir mig svolítið svona á fyrri og seinni heimsstyrjöldar hvað þetta er orðið ýkt það ég tökum til með dæmi um Víetnamstríðið að þegar Bandaríkin voru í Víetnamstríðinu þá var miklu gagnrýni fréttaumfjöllun þá voru fjölmiðlar sko gagnrýnir á stjórnvöld en við sjáum það ekki þennan stríðsrekstur núna sko þvert á móti þessu Íraksstríði þá voru fjölmiðlar bara slá á stríðstrúmurnar og taka undir sko eins og þegar Bush var að tala um sko gjöreyðingavopnin í Írak og þessar afsakanir til að réttlæta innrásina fjölmiðlar voru bara enduróma það, bara slá á stríðstrúmurnar sko, skiljið. Þannig að ég vilti sjá meira svona eins og það var á tímum Víetnamstríðsins, þá var gagnrýnin umfjöllun, skiljið. Já, svo af því þú ert að ræða hugtaka eins og falsfrétt, upplýsingaóreiða er annað, að sko mjög líka áhugavert sem framkom hjá Kristni Hrafnssyni í erindinu, að hann í rauninni setur spurningamerki við þessi hugtök. Já. Björn Leví, ef þú kannski nefnir svona, hvað þér fannst það, þær fabuleringar? Já, sko, ég hef mjög gaman af því þegar fólk er að pæla í og sérstaklega snúa út úr hvað hugtaka merkingu varðar og að bæta við merkingu eða gera lítið úr merkingu og svo framvegis. Ég held að sé ekki hjálplegt fyrir umræðina. Upplýsingaóreiða þýðir ákveðið svona bara lógískt séð, orðabókalega séð og ef fólk er að nota þá orði í einhverjum svona frjálslegri skilningi þá er það ekkert hjálplegt og þá er það rámt að gera það. Það er hluti af áróðurinum oft að reyna að toga til merkingu hugtaksins í aðrar áttir heldur en það er raun og verið þýðir. Vók, bylgjan er dæmi um það til dæmis. Orðið þýðir allt annað heldur en það verið að reyna að láta það þýða til dæmis. Og það er hluti af þessum svona óheiðleika kannski sem að Þorsteinn vísar daldið í að sem sagt það eru alltaf einhverjir aðilar á öllum sviðum sem eru annað hvort beinlínis óheiðlegir eða eru að misskilja aðstæður á einhvern hátt. Líklega oftar er það saklaus misskilningur að bara fólk hefur aðrar skoðanir og það er ofsalega erfitt að rauninni berjast gegn skoðunum sínum þrátt fyrir að gögnin segi annað. Það er bara sálfræðilegt fyrirbæri að þrátt fyrir að gögnin segi að skoðunir okkar séu rangar að þá skiptum við ekki skoðun. Það er bara, við leitum að upplýsingum sem að staðfesta skoðunar okkar en ekki við grannskoðum ekki gögnin og segjum, ég er rangt fyrir mér. Það er bara almennt séð ekki þannig. En kommentum sko Kristins til varnar, við höfum báðir unnið á Ríkisútvarpinu, ég og Kristinn og við sjáum núna svona establishment anda bara Facebook-vinir mínir, fréttamenn og RÚV, þeir halda stundum að þeir séu, þetta er svona valdsækin stofnun sko, eins og Almannaútvarpið eru nú mjög oft, draga nú oft taum valdhafa þóttu að sína aðhald og þau ég hef oft séð það bara í færslum einmitt á Facebook að þeirra sannleikur hann er
sannleikurinn og aðrar fréttir og aðrar nálganir, við gætum rætt jafnvel bara gasa og eitthvað sem mjög viðkvæmt, það upplýsinga óriða, það falsfréttir, þannig að það má líka sko, ekki rétt það má misnota. Það má misnota sko, ég held að það segir mjög mikilvægur punktur sem að Björn nefni þetta sko, að sko hugtakið upplýsinga óriða, það hefur alveg ætti að geta haft tildulega að skýra merkingu sko. Það einfallega bara það þegar það óreiða á því hvað rétt og hvað rangt sko. En þetta hugtak hefur verið alveg miskunnarlaust notað einfallega til þess að taka niður skoðanir sko, sem að snýst þá ekkert í rauninum upplýsingar. Það snýst ekki staðreyndir sko. Það snýst bara skoðanir, röksemdir og svo framvegis og það fælir almenning frá svona fjölbreytileika sko. Það fælir nefnilega frá og það er sko, og það er það sem er svo hættulegt í þessu vegna þess að sko svona misnotkun á hugtökum, það sem hún gerir er það að hún fælir fólk frá því að hugsa gagnrýnið og hvað þá núna á tímum þar sem að sko gagnrýnin hugsun hefur aldrei verið mikilvægari þá er þetta gríðarlega skaðlegt og núna sko, nú stöndum við framfyrir eins og Kristinn nefndi nú einmitt þarna í pallprófsumræðunum sko, hérna á laugardaginn sko 95% af því efni sem að blaðamenn að vinna á fjölmiðlum, þetta er eitthvað sem að gervigreind að taka við sko og hérna og við erum í rauninni að í hættu á því að afhenda einhverjum tæknibúnaði sko ákvörðunarvald okkar. Það er bara svo auðvelt, það er bara svo þægilegt. Það er svo auðvelt að láta bara einhver gervigreindarlíkon sjá að taka fyrir okkur ákvarðanir svo framvegis sko. Og á þessum tímum þá er þetta náttúrulega þörfin fyrir gagnrýna hugsun hefur aldrei nokk tíma verið meiri heldur en einmitt núna. En þá mætum við þessu og mér finnst einmitt athyglisvert þetta sem að þú nefndi Tjörfi sko með hérna fjölmiðlana í Víetnamstríðinu og svo fjölmiðlana núna sko að núna er samkrullið milli sko kapitalsins og ríkisvaldsins orðið svo mikið og þá einmitt ég var að lesa á að vera grein eftir Jeffrey Tucker Foster Brownstone Institute núna daginn þar sem hann er að rifja upp svona alla þeirra baráttur sko og okkar í gagnvart einmitt þessari staðreyndavöktun og þessu dóti sko og þöggun og þar er hann að sko rifja upp dæmi það þar sem að skilgreining Mussolinis á fasisma að það var sett bannað að setja hana inn á Facebook sko. Þar sem að hann er bara einfallega skilgreina fasisma, þetta er frá því áður en hann mér að tekur völd sko. Sem sagt nákvæmlega þetta, það er samstarf stórfyrirtækja og ríkisvalds sko. Og þetta mátti ekki segja. Það mátti heldur ekki segja að það væri ritskoðun. Það var líka falsfrétt, það var líka upplýsingur að nefna það að það væri verið að ritskoða efni. Sko. Þannig að hérna, en þetta er sko, þetta er svo stórt áhyggjuefni núna af því líka að sko eðli eiginlega sko gervigreindarinnar eðli mállíkanana er eiginlega það að sko að valdið sko að það safnast á sífellt færri hendur. Það er svo mikið sko bara hérna ávinningur í sköluninni sko að hérna að við munum horfa á það sem sagt að það þjappast saman sko valdið í krafti þessari tækni og í krafti náttúrulega samfélagsmiðlunum. Við sjáum þetta náttúrulega bara með samfélagsmiðlunum til dæmis að sko, það getur aldrei verið nema eitt Facebook, það getur aldrei verið nema eitt X. Af hverju það? Það er mjög vegna þess að þetta er network effects. Því fleiri sem eru þarna, því betur gengur starfsemin og því betur sem starfsemin gengur, því fleiri verða þar og það endar þá í rauninni einokun og þá náttúrulega kemur upp auðvitað þessi spurningum almannarýmið kannski. Já, mér er líka mjög sláandi hvernig sko Kristinn Hrafnsson líkti Julian Assange-málinu við svona að það væri svona bara mikrokosmos að með þeirri afferu þá hefði bara lokast ákveðin hlið í heiminum. Já. Hvað segirðu það nefni? Ég gera smá athugasemd við notkunn á orðinu ritskoðun því að það er nauðsynlegt að skilja hvað það orð þýðir og það er alveg tvær merkingar á því orði. Annars vegar náttúrulega bara lagaleg
tjáningafrelsisleg sko merking á því orði og hún þýðir þá að þegar að fyrirtæki eins og Facebook eða X eða eitthvað svoleiðis að stunda ritstjórn á sínu miðli og með því að henda fólki út eða banna hitt og þetta, þá það ekki ritskoðun. Það það bara ekki. Nú, það það bara ekki. Eru talandi hérna svona... Það sem sagt, það ritstjórn, það bara hið opinbera sem getur verið með ritskoðun. Af hverju það bara hið opinbera? Ef að sko enga fyrirtæki stundar ritskoðun, af hverju það þá ekki ritskoðun? Af því að enga fyrirtæki stundar. Af því að lagalega sér það ekki þannig. Það síðan í almennu málfari að þegar við bara notum orðið ritskoðun í almennu, ekki lagalegu samhengi, þá getum við notað það orð eins og okkur hendar í rauninni og þá það alveg rétt svona tilfinningaleg lýsing á því sem að gerast hjá þessum fyrirtækjum. En það ekki lagaleg lýsing og við ruglum þessum rosalega oft saman. Okay, en sjálfsritskoðun blaðamanna til dæmis talið eitt helsta meinið og við köllum það sjálfsritskoðun. Þú þá að meina að samkvæmt einhverjum lagalegum skilningi sé það ekki rétt að hugtakið? Og það oft verið að rugla þessu nefnilega saman. Okay. Það verið að fara fram með það að segja sem þetta ef að fyrirtækin gera þetta eða jafnvel einhverju hópstjórnundur á einhverjum stórum hóp á internetinu að það sé það ritskoðun. Það bara rangt. Það lagalega rangt. En það málfræðilega séð þetta svona sveigjanlega. Ég held að þetta sé svolítið þröngur skilningur. Þetta alveg mjög skýrt í dómum í Bandaríkjunum til dæmis að ef að síðan stjórnvöld koma inn og segja fyrirtækjunum þið eigið að sinna því að henda út svona dóti þá orðið ritskoðun. Eins og þau gerðu í þessu tilfelli. Þá fyrirtækin farin að hlýða því skipur stjórnvalda, þá það stjórnvöld sem að skipta sér á þessu, þá það ritskoðun. Eins og kom fram í Twitter files málinu að Twitter var að ritskoða færslur í samráði við FBI og lögregluyfirvöld þannig að það alveg skýrt dæmi ritskoðun. En þú veist, ég að gera greinarmuninn á því þarna að þegar fyrirtækin sjálf gera það bara, þá það ekki ritskoðun. Þegar stjórnvöld segja fyrirtækin að gera það, þá það ritskoðun. Ég held að ritstjórn bara allt of dauft orð. Ég held að þetta sé kannski aðeins við höfum kannski verið að aðeins dýpra þetta held ég vegna þess að ég til dæmis meðal þeirra sem hafa verið að stýra hóp á Facebook sem að og einmitt tekið svona rimmur við fólk sem að hefur viljað koma einhverju efni þar inn sem að við höfum kannski ekki viljað fá inn og við lítum á þessi ritstjórn vegna þess að við erum með ákveðin fókus. Það ákveðið efni bara, það ákveðin efnistök sem við gerum kröfur að það sé heimildir og slíkt og síðan bara ákveðin viðfangsefni. Þannig eitthvað sem algjörlega óviðkomandi því að það á ekki heima þar inni. Og þetta líti ég á sem ritstjórn, ekki sem ritskoðun. Ef að hins vegar við værum að þagga niður, kom í veg fyrir það til dæmis sem bara gagnvart einhverju málefni sem að hópurinn fjallar og við fáum inn efni sem með og móti þess vegna okkar sjónarmiðum og ef við stöðum það sem á móti okkar sjónarmiðum jafnvel þó að við uppfylli allar þær gæðakröfur sem við gerum þá það orðið ritskoðun. Þó að við séum ekki stjórnvöld. Þannig er bara að reyna að gera sér greinarmun á merkingu þessara hugtaka alveg óháð því hvernig þau skilgreind í lögum bara á merkingu hugtakana hvenær ertu að ritstýra og hvenær ertu að ritskoða og þarna í mínum huga allavega þá er munurinn þessi að ritstjórnin hún snýst það að tryggja það að efni sé í samræmi við bara yfirlýst umfjöllunarefni miðilsins og standist gæðakröfur og slíkt ekki það að loka á einhverju tiltekin sjónarmið eða tiltekna skoðanir þá það ritskoðun. Í mínum huga allavega það þannig En Tjörfi, þú ert doktorsnemi í sagnfræði, ekki satt? Já. Og lokaverkefnið þitt tengist að einhverju leyti því sem við erum að ræða hér núna? Nei, ég er að skoða sögu 20. aldar og kalda stríðið. Já. Í minni í doktorsritgerð þannig að það tengist ekki beint en ég er náttúrulega mjög mikið bara að skoða söguna og lesa mig til þessi mál og ég þegar ég skoða þessi mál í nútímanum ég gera það með hliðsjón af sögunni og þess vegna tók ég dæmi með stríðsáróðurinn og umfjöllunum Víetnamstríð og það alltaf ég sé alltaf hliðstæðurnar í sögunni þegar ég skoða þessi mál í nútímanum Það sem ég er að velta fyrir mér það er svona fyrir sagnfræðinga framtíðarinnar verður eitthvað erfiðara fyrir þá að vinna úr heimildum
að meta góðar heimildir, verri heimildir með það sem við erum að ræða hér núna en var eða hvernig horfir það við þér? Það góð spurning, ég held ekki. Munurinn kannski sá að það bara miklu meira upplýsingum, skilurðu, núna. Af því þú veist, sagnfræðingar sem eru að skoða söguna, þeir eru að skoða tímabil þegar internetið var ekki til, sko. Og það þá bara einhver prentur skjöl sem að þeir reyna að nálgast í skjalasöfnun og alls konar heimildir, sko. Og þá oft vandamálið að það sko skortur á heimildum og þeir reyna alltaf að komast í bestu heimildirna sem að þeir finna, sko. Svo sagt frumskjölin, sko. Já. Og kannski munurinn í framtíðin að þá eru þeir með eitthvað gagnagrunn, sko, Facebook-færslur og alls konar svona, sko. Og þá bara meira magna upplýsingum, sko. Já. En þá náttúrulega miklu meiri, skiluru, kannski, hvað maður kallar testimóníur, skiluru, það miklu meira upplýsingum það sem að viðkomandi hefur sagt, skiluru, því að hann hefur skrifað alls konar blogg á internetið eða Facebook-færslur, skiluru, þá eru miklu meiri upplýsingar, sko. Já. Þannig ég held að það sé kannski bara helstu munurinn, sko. Einmitt. Ég var að ræða aðeins fílinn í stofunni, þennan bleika bara íslenska fjölmiðlun samtímans. Við erum með Moggan sem augljóslega í eigu útgerðarmanna og það ákveðið erindi þar á bæ. Það þýðir ekki, það með því ekki að segja allir blaðamenn Morgunblaðs sem séu bæjast. Ég alls ekki að segja það, en við vitum alveg eignarhald, áhrif eignarhalds, eigendavald er breyta í fjölmiðlun hér á landi sem á annar staðar. Við erum með svolítið máttlausa fréttastofu Ríkisútvarpsins, eru eiginlega allir sammála hvort til vinstri eða hægri mér eiginlega alveg samum, en það óbúslega mörg mál sem að fréttastofu Ríkisútvarpsins snertir ekki á. Vegna þess að þetta eru mál sem að þú þarft að sannlega óhreinka þig og þú þarft að taka slagi í kjölfar þess að þú fjallar fréttastofa Bylgjunnar, Vísis og Stöðvar 2 bara held ég sé bara jafn góð eins og maður getur átt von á markaðsdrifinni enga fjölmiðlun eins og kemur þaðan, en svo bara heimildin svona heldur og niðurleið þeir hafa verið í smá vanda. Við erum með þessa stöð hér sem að margir hampa umræðulega sem mikilvægri viðbót, en við mistum náttúrulega 2 sjónvarpsstöðvar ekkert alls fyrir löngu og við mistum Fréttablaðið og sko ég bar upp þá spurningu á þessum málþingi hvort Birgir Guðmundsson væri með tölur fjölda starfandi blaðamann í dag meðað við það sem að við litum á við blaðamenn sem gullaldarskeið. Því við þykjumst hafa upplifað það fyrir einhverjum 15, 20, 25 árum að þá hafi verið svona gullaldarskeið í íslenskri blaðamennsku. Það komur nú reyndar ekki svör við þeirri spurningu, en ég hef þá tilfinningunni að það vanti mörg 100 störf í blaðamennsku samtímans á við það sem að mest var á sama tíma og almannatenglum hefur fjölgað sennilega 100-falt. Já. Og þetta í rauninni vandi okkar samfélags í hnotskurn eins og ég sé það. Hvert ykkar take á það? Ekki þetta gullaldarskeið sem hún talar er það ekki upphafið af því þegar einmitt peningavaldið að nálgast fjölmiðlana. Jú. Nefnilega. Og þá rauninni byrjunar fjárfesting í því sem að endar í núverandi fyrirkomulagi. Jú, en breytir ekki því að sko það var rosalega svona mikill her af fólki sem velti við öllum steinum frá alls konar sjónarhóðum. Miklu meiri breytileiki þú þarft hera fólki til þess að ná yfir á þeim. Já. Þannig. Og sko skoðum líka aðeins sem sagt ábyrðurinni þeirra sem að fjölmiðlun beinist oft gagnvart og það er pólitíkin. Það endalaus áróður gegn fjölmiðlamönnum út af alls konar fréttum sem hefur verið að flytja bara út af spillingamálum. Þá þetta einhver persónulegar einhver persónuleg vonska eða eitthvað svoleiðis að farið í manninn og svo framvegis og það endalaust ráðist að líka opinbera Ríkisútvarpinu og hótað fjárheimildunum fram og tilbaka þar. Ég sé bara svo. Ég veit, ég alveg sammála því en hótanirnar hafa áhrif. Mér finnst það augljóslega að hafa haft áhrif sem að gera það verkum að fréttastofa Ríkisútvarpsins og rauninni fleiri fjölmiðlar menn bara snerta ekki á ákveðnum málum. Bara deig blaðamennska, bara deig fréttamennska. Ég meina það það sem að málþingi snerist hvað Assange varðaði. Þarna sem sagt fjölmiðlamaður bara frá Ástralíu, hann flytur fréttir af hernaði Bandaríkjamanna
og eru sakfelldur í Bandaríkjunum fyrir fréttaflutning sem kemur bara þýðir þetta að fjölmiðlamaður á Íslandi sem að flytur fréttur Bandaríkin getur bara verið sakfelldur og frelsissviptur í Bandaríkjunum. Heldur að menn séu hræddir við það hér á landi? Þetta almennt séð. Þetta hefur komið líka í kjölfar Panamaskjalana og fleiri svona opinberana. Það hefur ansi margir fjölmiðlamenn bara einfaldlega verið myrtir af Rússum til dæmis og í Miðausturlöndum. Það var frægt dæmi í Sádi-Arabíu, hann fór frá Tyrklandi. Það gerist ekki hér á landi, Björn Leví. Nei, en áhrifin eru samt til stað. Það eru jaðar áhrif af því. Og við erum kannski einungur á litla Íslandi og finnst okkur vera voðalega örugg og svoleiðis. En það samt eru samt kælingar áhrif af svona málum. Og fólk hugsar sig á ég að fara út í svona. Auðvitað sko eins og mála sans þar sem samherjamálið líka bara samherjamálið náttúrulega dæmi en þetta mála sans sem merkilegt í rauninni vegna þess að sko það sem að mála lyktir eru þær að hann viðurkennir það að hafa tekið við gögnum og unnið úr þeim og birt þau. Það að segja hann viðurkennir að hafa stundað blaðamennsku. Og eins og Kristinn talaði sko þá þessi njósnalöggjöf í Bandaríkjunum hún þannig að að þar ekkert rými fyrir sko nein sjónarmið varðandi almannahagsmuni þegar þú ert að birta einhverju upplýsingar eins og í þessu tilfelli náttúrulega augljóslega almannahagsmunir af því að fólk viti af þessum glæpaverkum en það ekkert rými fyrir það og hann talaði um það sko að þetta væri eitthvað sem þyrfti að breytast og að binda vonir við það annarkvort fráfarandi forseti eða nýr forseti muni breyta þessu sko en sko það sem að kannski líka sko þú tala jaðaráhrif Björn sko og ég ekki viss endilega hvort að þetta eru sko jaðaráhrif af þessu eða hvort að þetta einfaldlega sko hvort að það svona orsakasamhengi eða hvort að þetta bara eitthvað sem að eiga sér stað á sama tíma vegna þess að það sem gerist sko í Assange-málinu þar fjölmiðlar taka fullan þátt í herferðinni gegn Assange og sko virðist vera í rauninni sama þó að þessi vegið að þessar grundvallar inntak í blaðamennsku fjör ekki blaðamennsku fjör ekki þeirra sjálfra sko. og þegar að þannig komið fyrir blaðamennskunni að hún stendur ekki vörð sko sjálfa sig og tilveru grundvall sinn sko og þetta sjáum við náttúrulega, við sjáum þetta náttúrulega líka hér sko. Það sem við, sko, þegar fólk sama þegar fólk sama það og það bara já, þetta kannski óþægilegt eða í samherjamálinu, þeir eru kannski eitthvað reyna að hafa einhver áhrif þarna en so what sko. Þú veist, og öllum sama í rauninni nema þeim sem að standa í eldlínunni og eru að reyna að vinna úr málunum sko. Öllum hinum alveg sama, kolleganum alveg sama sko. Að þá náttúrulega hlýtur vakna þessi spurning sem að Kristinn bar upp og svarar sko, játandi að fréttamannskan sé dauð sko. Þannig að það þarf einhverja sko, það þarf fara aftur til rótana og það nauðsyn á einhverja endurnýjun sko. Ég velti líka fyrir mér hvað sko smiðir átakakenninga eins og Weber og Marx myndu segja að sko þegar ég læri blaðamennsku ekki í skóla heldur bara með því að gera hana þá eru átök bara þau eru innbyggð í samfélagið og þau eru jafnvel bara talin æskileg og það bara jafnvel talið þroskandi og mikilvægt fyrir framgang samfélaga að átakalínur séu skýrar og maður þjálfast upp í því að vera í stríði sem blaðamaður en svo hefur samfélagið breyst svolítið mikið síðan, til dæmis allt uppeldi orðið allt öðruvísi en það var bara innan veggja heimilisins. Við erum jú alltaf að forðast átök, ekki satt? Og okkur sagt að það sé gott uppeldi, það sé aldrei konflikt og við ræðum okkur saman og allt það. Maður veltir í fyrir sig hvort að þessi breyting, bara svo í fabúlir út í loftið, hvort þetta getur skipt einhverjum máli. Bara hreinlega sko viðhorf bara í samfélaginu, viðhorf í samfélaginu sem að
sko, já, það má vera. Sko. Hversu mikil breyting það þegar að lögreglan fer að skipta sér af því og setja fjölmiðlamenn sem með stöðu sakbornings? Já. Það til dæmis sko þól, hvað maður að segja, andvaraleysi okkar og skortur á mótmælum í því máli ótrúlegur. Finnst þér það ekki? Já. Ég meina þarna þarf almenningur allt í einu að fara að sko velja á milli fjölmiðlamannana og lögreglunar. Hvorum á að trúa? Það alveg fáránlegt. Já. Og ekkert af þessu fer síðan fyrir dómu og fellt niður einhverjum 2-3 árum setna eitthvað rugl. En bara með ótrúlegustu yfirlýsingu sem að maður hefur nokkuð lesið. Fáránlegt alveg sko. Og að þetta skuli engar afleiðingar vera af þessu bara, það alveg stjarnfræðilegt og það hluti af vandanum og þessum kælingaráhrifum sem ég var að tala hérna áðan, að þegar að það svona yfirgangur sem að mér vera frekar augljós, að þá ber aldrei neitt ábyrgð á því að hafa stundað slíkan yfirgang. Þar á leiðandi verða engar afleiðingar, það tekur engin ábyrgð, þar á leiðandi bara gert aftur næst af því að komast hvort þau upp með það. Sko, hvers konar kælingar áhrif af því? Sko, það enginn sem að ber ábyrgð. Er ekki mögulegt að það sem við erum að horfa á hérna sé ákveði ákveðin svona relatívismi afstæðishyggja varðandi bara ákveðin grunngildi sko. Þetta kannski eitt af því sem við höfum svolítið hérna verið að fókusera á í þessu félagi í málfrelsi sko, að það það að við þurfum að standa vörð grundvallargildi við þurfum að standa vörð tjáningafrelsi, við þurfum að standa vörð lýðræði, við þurfum að standa vörð grundvallar mannréttindi en á undangengnum árum höfum við séð sko sífellt meira andvaraleysi gagnvart þessum grundvallargildum þar sem að fólk lætur sér bara létturúmi liggja hvort að það geti tjáð sig og mér finnst til dæmis mjög áhugavert að fylgjast með því sko hversu vitundin bara eins og ritskoðunna sem að Zuckerberg var að viðurkenna núna sko hversu vitundin þetta lítil sko þar sem að sko og það var svolítið áhugavert einmitt sko þarna dæmi sem að hérna var svona svo smá debattum þarna á fundinum einmitt Tjörfið og mann eftir því hvað sannleikur sko og hérna þú kannski tekur þann bolta? Það sko hérna kom spurning út í sal af því það í svona tengslum við það sko hvernig vitum við hvað rétt skilur af því að þú veist ákveðni fjölmiðlar segja eitthvað og aðrir segja annað og þá kom spurningin þú veist þá einhver eitt sannleikur sko og það kom mér svolítið óvart að hérna professorinn í fjölmiðlafræði sagði að það væri engin sannleikur sko. Og hann virtist meina það sko á einhver svona heimspekilegu leveli sko. Förum aftur til upplýsingarinnar og skoðum hérna hugmyndir sko David Hume og Immanuel Kant sko sannleik og hann vísaði hérna það sem í hérna Nýja testamentinu þegar hérna Jesús Kristur spyr Pílatus hvað sannleikur sko. Hann virtist meina þetta á einhver svona heimspekilegu leveli sko. Já, Birgir Guðmundsson. Og hérna og ég sko en ég skilði þetta ekki á svona heimspekilegu leveli. Ég segi bara þú veist þegar kemur að staðreyndum þá bara eitt sannleikur. Annarkvort eru staðreyndir réttar eða ekki sko. Og annarkvort fara fjölmiðlar rétt eða rangt með staðreyndir. Og það bara eitt sannleikur í þeim máli sko. Og þennan sannleika í þessari merkingu sem þú ert að vísa til kom bók blaðamennsku. Ég man ekki hvort það var 2011, 2012 eða 2013. Hún heitir Þræðir valdsins eftir Jóhann Hauksson og hann notar þar orðið sannleikur á hverri einustu blaðsíðu en ég man að það var sótt að honum yfir því að nota þetta orð en þetta dálítið skemmtileg umræða núna á svona ákveðin dýnamík í kringum þetta megum við nota þetta orð má ég segja sko í akademíun í dag þá þetta orð sannleikur orðins konar bannorð því það þykir bara sko úrelt og gamaldags þetta bara einhver 18. aldar hugmynd sko. Þetta bara upplýsingin þegar menn töluðu sannleikan og eitthvað svona þetta orðið í akademíun í dag þetta þessi postmodernismi sem hérna ráðandi stefna í akademíunni og samkvæmt postmodernisma þá áttu sko að hafna öllum metanarratífs, hafna öllum stórsögum og ligguðu bara hafna öllu sannleika þeir eru bara komnir út í relativisma það gefur bóunum auka frelsi og þú veist þá ert að skjóta sjálf á því í fótinn þegar þú aðhyllist
postmodernisma og hafnar sannleikanum og aðeins relativisma, af því að þá getur þú aldrei sýnt fram á sannleika, þá getur þú aldrei sýnt fram á, heyrðu, þú hefur rangt fyrir þér, ég hef rétt fyrir mér, skilurðu, af því þegar þú er búin að samþykja eitthvað svona post-truth dæmi, þá geta undir kallarnir, eða hver sem bara sagt, heyrðu, ég er bara með mín alternative facts og þú getur ekkert afsannað mig, skilurðu, af því við erum bara með okkar eigin sannleika, skilurðu, þannig að menn sem aðhyllast þetta, og því miður eru flestir fræðimenn í akademíunni í dag sem eru komnir alveg út í þetta, út í postmodernisman, eru þetta bara að skjóta sér fótinn með þessu. Og þá getur ekki verið með aðhald gagnvart stjórnvöldum eða gagnrýnt stjórnvöld að segja, heyrðu, þið hafið rangt fyrir þér, þú ert að ljúga. Af því að þú segir að það ekki sannleikur, skilur, þá getur ekki... Heldur það sé einhver leið að vinda ofan af þessu? Það er mjög erfitt, sko. Þetta er samó með öll hinn hugtökin sem er verið að keppast hvað þýða er alkemistræðs og sannleikurinn er náttúrulega til á mörgum svona levelum. Það er náttúrulega að þú ert bara með svona eðlisfræðileg sannindi og 1+1 er satt og svo framvegis, en svo ertu með gildismat sem er ákveðin sannindi á bakvið. Það er auðvitað að gera greina mun á, eins og segir bara efnislegu raunveruleika og svo einhverju svona siðferðislegu gildismat. Algjörlega. Það er að gera greina mun. Og þar við erum oftast stödd þar, svona í allavega pólitísku umræðinni og þar gleymir fólk því rosalega ofta þegar kannski tveir deila í svona þætti eða eitthvað sleysa sem að fólk situr sig hverju með eitthvað borð og deilir eitthvað samfélagslegt mál að það er ekki bara möguleikinn að þessi eða hinn hefur rétt fyrir sér heldur þau geta báðir eftir rangt fyrir sér eða báðir eftir rétt fyrir sér bara út frá þeirra sjónarmiði. Það er alveg möguleiki að sá möguleiki í stuðinni og það er eitt af því svona sem ég hef það var svona harði lærdómurinn einhvern veginn í þessari pólitík sem maður er búin að vera að sinna hérna undanfarnum árum að því miður skiptir meira máli hvernig þú segir hlutina heldur en hvað þú segir og það er einmitt svo mikilvægt af því að það sem þú segir getur innihaldið sannleika á hvaða leveli sem hann er að meðan hvernig þú segir að það gerir það í rauninni aldrei það er bara orðræðin, þess að morfísorðræðin þar sem að þú ert að hljóma og þú ert að reyna að vera sannfærandi óháð því hvað þú ert að segja og við lendum rosalega oft í þessu að fólk sem að bara hljómar meira sannfærandi álitið hafa rétt fyrir sér. Já, mér fannst líka svolítið þarna á laugardaginn að Kristinn Hrafnsson kemur með frábært erindi, gríðarlega sláandi eins og Ögmundur Jónasson fundarstjóri sagði Kristinn Hrafnsson er náttúrulega bara einhver stærsti blaðamaður heimssögunar og hann er bara einn af okkur og bara vinur okkar og maður hittir hann á laugaveginum og þetta er ótrúleg stærð í heimssamfélaginu og áhrifamáttur Wikileaks er náttúrulega maður á engin orð yfir þetta og þessi rimma sem staðið hefur yfir það er ekkert sem að jafnast á við þetta finnst mér og gríðarlega áhugaverður maður þú flytur þarna mjög gagnrýnið erindi sem að vekum hann en hann á milli er svo þessi prófessor sem að kennir blaðamennsku fjölmiðlafræði norður í landi og hann er svona svolítið svona þegar hinn er að segja að það er allt að fara til helvítis þá segir hann nei það er allt alveg frábært og hérna kannski var það ágætis mótvægi Já, hann var náttúrulega svolítið kannski bara einmitt að hérna því vorum að tala um staðreyndir þá er hann náttúrulega svolítið bara bent á staðreyndir og hann var að fara yfir rannsókn og það hvernig hlutin hafa breyst og þannig yfir ákveðið tímabil sem er náttúrulega gott en auðvitað er þetta náttúrulega það sem sagt og mikilvægt að fá einmitt svona þessi ólíku sjónarhorn finnst mér finnst það mjög mikilvægt mér finnst eiginlega ekkert leiðinlegra heldur fundir þar sem allir frumherlendur eru sammála mér finnst nauðsynlegt að það sé einhver debatt og við hefum reyndar mjög gjarnar vilja fá einhverja líka einhvern starfandi blaðamann til þess að vera með erindi þarna en þeir voru allir vant við látnir því miður sem við höfum samband við og eins og við rættum á það voru ákveðin vonbrigði hver fáið blaðamenn eru þarna og mér finnst bara umræða á meðal blaðamanna blaðamennsku mér finnst hún lítil sem ekki nei hún virðist ekki vera mikil og því miður og ég held að fólk þurfi kannski svolítið að bara hleypa kapp í kinn og reyna svolítið að standa upp og fara að kafa meira onni í þetta en auðvitað er þetta náttúrulega með sannleikan ég meina það er auðvitað er það alveg rétt ég meina versti óvinur tungumálsins versti óvinur sannleikans er tungumálið vegna þess að tungumálið er svo margrætt og tungumálið er svo og það er svo auðvelt að misskilja og við getum verið að nota sama orðið hérna allir og skilja það hver á sinn hátt
og það eitt og það þekkt og þetta vitum við en það sem að hinga til hefur verið sko, við höfum haft hefur verið tvennt sem að í rauninni vinnur gegn þessum ófullkomleika tungumálsins og það annars vegar bara referensin í hinn ytri veruleika sko og síðan það hins vegar rökræðan og sko relativismin hann svolítið, sko það sem hann gerir svolítið með relativismin er að hann hafnar í rauninni þessu hann hafnar sko innum ytri veruleika, hann skiptir máli og hafnar rökræðinni, það sé líka bara eitthvað alternativ, sko, hvað rökræðilega rétt og hvað ránt, sko og þegar við komum þangað þá á spurning Pílatusar mjög vel við, sko og við henni þá ekkert svar, hvað sannleikur, sko en þannig að ég held að við þurfum svolítið átt okkur á þessu, við þurfum átt okkur á því að þrátt fyrir sko ófullkomleika tungumálsins, þá getum við samt komist að réttum niðurstöðum hluti. Þetta aðferðafræði þess sem er ofta að tapa í rökræðum að biðja skilgreiningar á hugtökum. Afvegulega umræðinu. Sunna Valgerðardóttir, hún var fréttamaður RÚV þegar hún var í settinu hjá mér við þetta rauða borð fyrir kannski ári eitthvað svoleiðis og sást hann að tekið eftir breytingu að þeir sem kom í starfskynningu núna inn á RÚV ætla að kynna sér fréttamennsku eitthvað svoleiðis þeir ætla ekkert í fréttamennsku, þeir hafa engan áhuga á fréttamennsku, þeir hafa áhuga að vera almannatenglar þeir hafa áhuga á störfum sem þú ert ekki að vinna á vöktum og þú ert einmitt ekki átökum og leiðindum og hellingur af fólki sem hatar þig þegar þú flyttur í mikilvægastu fréttina og bara miklu betra að fara bara í almannatengsl og fá bara borga fyrir að matreiða einhverja ákveðna hlið á málum og sko ég held að þetta sé sko alvarlegra mál heldur en við ræðum þetta ekki beint skoðanaleysi en við höfum ekki verið hvött til þess að láta okkar skoðanir í ljósi, væga sagt ekki en það umbun í boði oft ef við höldum kjafti ef við segjum ekki neitt og þetta sjáum við náttúrulega sko allt samfélagið það ekki og ég held sko við höfum verið að tala fréttamennskuna og það allt saman sko en sko tjáningarfrelsið sko, umræðan tjáningarfrelsið hún þarf í rauninni að rista miklu dýpra þetta sko vegna þess að við sjáum sko þú nefndir einmitt sko bara sjálfsritskoðun blaðamanna áðan en hvað bara með sjálfsritskoðun fólks almennt sko og við horfum á sko það var svolítið áhugavert daginn sko það tengist þessu máli en það kannski til þess að varpa þess öðru ljósa þá kom ákveðis úttekt hjá BBC þar sem hafa spurt sko hvort að Ísland væri jafnréttisparadís og þeir svona voru náttúrulega að horfa á þetta ég meina þetta 3 konur að leiða ríkisstjórn og kona biskup, kona forseti og svo framvegis allar þessar toppstöður konar svona en þeir köfuðu dýpra og þeir fóru að spyrja spurninga aðra hluti bentu á til dæmis að hér sko 40% hvernig eru það orðið fyrir kynferðisofbeldi það mikil jafnréttisparadís þar sem að þetta þannig það jafnréttisparadís þar sem að sko eins og við erum að horfa á bara núna bara síðast í fréttum í gær sko þar sem að sko menn grunaðir brotamenn í nauðgunarmáli sko gagnvart fötluðum einstakling eru ekki einu svona ákærðir sko og það rífjast upp fyrir mér bara frá því gamla daga sko þegar ég var í samband okkur sjálfstæðismanna og fyrir 30 árum sko og við vorum að keyra í gegnum landsfund sko ályktanir umbætur einmitt í þessum málum undir standandi lófataki við erum bara á samastað við erum í jáfnvel verri stað sko við erum með löggjöf sem að jáfnvel sko hvetur hreinlega til þöggunar í ákveðnum málum eins og til dæmis bara sjá dóm einhvern daginn sko þar sem að verið að dæmi í einhverju umgengnir eða forsjármálið einhverju slíkur sko móðir sem að kljást við sko margdæmdan ofbeldismann og fíkniefnaneytanda sko og þvinguð til þess að sko veita umgengni og þá jafnvel gengið svo langt sko í svona málum þá gjafsókn regla samkvæmt lögum þá til þess að reyna að hindra áfrýjun að þá fellir svo dómarinn sko málskostnað
hins aðilans á þessa fátæku einstæðu móður. Bara til þess að koma skilorðsbónum á framfæri. Þú skalt ekki fara áfrýja röngum dómi, sko. Og það þessi þöggun, sko. Þöggunin, ég verið að hugsa þetta svolítið undanfarið, sko. Það sem að mér finnst áhugavert að tala sem, sko, þögnin á bak við eldavélina. Og vísa þá í orð Guðna Ágússonar þegar hann talaði að staður konurinn væri á bakvið eldavélina, sko. Það er þögnin þarna og þetta sko, blaðamennskan eitt, fréttamennskan eitt, en viðhorfið í samfélaginu þeir eru með kerfi sem að hvetur, sko, til þöggunar bara á þessum prívatvettvangi. Og það lítur þetta að hafa verið líka þarna. Ég held því fram í þessari bók hér sem heitir Besti vinur aðal og fjallar spilling á Íslandi að eina fólki sem sé frjálst skoðana sinna í þessu ríki okkar núna séu eldri borgarar sem eru komnir að atvinnumarkaði. Enda sér maður hvernig þeir geysast fram með, með beitta og flotta statusa bara daginn eftir að þeir hafa unnið sinn síðasta vinnu. Leiðu þeir eru hættir, sko. Já. Ég upplifði þetta aldrei mikið að uppáhald svona ævintýri mitt nýföddum keisarans. Það sem að strákurinn sá sem að bendir á að keisarinn sé nakinn og fagnað í því ævintýri. Almennt séð það nákvæmlega öfugt. Það er sussað af því að allir vissu það sem að strákurinn sagði og skamman fyrir að segja það sem þau vissu að vera rétt en þau þorðu ekki að segja. Góða punktur. Þekkirðu söguna af upphaflegu útgáfunni á sögunni? Nei, ég veit ekki reynda hvort hún er rétt, sko, en hún fór á flugu einhver tíma fyrir einhverjum árum og var nú þagguð niður náttúrulega sem falsfréttu þetta, sko, þannig maður veit í sjálfsög ekki, en samkvæmt þessari frásögn að þá endaði sagan í upphaflegu útgáfunni þannig að múrinn réðist á barnið og drap það. Útgefandinn sagði Andersen, við getum ekki gefið söguna svona út. Þetta væri líklega rétt dæmisaga. Þetta er ekki ólíklegt að þetta hefur verið bara sannsögulegt. Já, þetta hefur verið það. Þú mátt ekki að loka orðin hjá okkur. Ég kom inn á þetta með ritskoðunina. Núna voru þið að tala skiluru að fólk sjálfur ritskoðar sig og það er Wikipedia-færsla þetta sem heitir corporate censorship. Það er kallað corporate censorship þegar að fólk, sko, það er þakkað niður fólki að því hótað, sko, uppsögn eða þannig, skilur. Þannig að þú vildi skilgreina, sko, ritskoðun á svona mjög hátt, sko. En við sjáum að þetta hugtak notað í víðari skilningi, sko. Ég var að segja að það eru tvær skilgreiningar og við verum að passa okkur hvaða skilgreiningum við verum að nota. Og hérna á Wikipedia censorship, þar stendur að það er bæði, sko, ríkið sem getur stundar ritskoðun og einnig einkafyrirtæki og þar er vísað í skilgreiningu ACLU sem eru bandarísk samtök og borgaraleg réttindi á ritskoðun. Þannig að ég vil benda á, sko, að það eru skipta skoðanir þetta. Það er líka þessi skoðun að, sko, ritskoðun, það er líka einkafyrirtæki sem geta stundar ritskoðun. Sko. Já, ég var að benda að það er almennur málskilningur það hvernig ritskoðun og svo lagalegur málskilningur. Af samtökum sem að berjast fyrir borgaraleg réttindi. Sko. Ég var að hlusta á það sem ég að segja að það er ritskoðun, það er lagaleg ritskoðun og almenn ritskoðun og þegar við erum að nota orðið ritskoðun þá verðum við að vera skýr það hvora merkinguna við erum að ekki sammálaðir að það sé svona skýr munur á þessu og ACLU eru líka ósammálaðir. Þannig að ég vil bara benda á það. Það er þetta dæma samkvæmt einu en ekki hinu. Gagvart tjáningafrelsinu. Þannig að þetta er alveg einfalt, er það skoðið þetta í dómum frá Bandaríkjunum og svona einfalt. En ég hvet Blaðamannafélag Íslands og formann Blaðamannafélags Íslands til þess að setja þessi mál á dagskrá sem við erum að ræða hér. Það skiptir mjög miklu máli eins og við erum allir að ræða að almenningur sé meðvitaður en ábyrgð fjölmiðla er náttúrulega töluvert mikil. Við ræðum þá sem hornstein lýðræðis, fjórða valdið og ég veit ekki hvað og hvað og mér finnst mjög sláandi að það er engin umræða innan íslensku blaðamannastéttarinnar alvöru umræða allar þessar hreyfingar. Það er engin umræða polariseringar í íslenskri fjölmiðlun, það er bara ekki neitt. Það er hluti af þessari þöggun sem þú ert að tala um. Og þessari átakafælni og til hvers mun þessi átakafælni leiða á endan. Það er ekki fallið niðurstaða. Það er ekki fallið niðurstaða, sko. Það er bara þannig.
En hérna kæra þakkir Björn Leví Þorsteinn Sigurlaugsson og Tjörfi Sjutt fyrir komuna og óska ykkur til hamingju hjá Málfrelsi með hérna prýðilega ráðstefnu og ég held við séum á leiðin í einhver menningarmál ekki fara langt. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.